Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, aðeins fjallaðum kynjaþing sem var hérna fyrir nokkru síðan og ætlum að gera meira af því. Það var margt áhugavert sem að þar var á dagskrá og við ætlum að reyna að fleyta þeirri umræðu að rauðaborðinu. Og nú komið að ofbeldi sem að kvennaathvarfið fjallaði á kynjaþingi. Og hingað eru komnar Linda Dröfn Gunnarsdóttir sem framkvæmdastýra kvennaathvarfsins og Ingveldur Ragnarsdóttir sem ráðgjafi og vaktstýra í kvennaathvarfinu. Ofbeldi og kvennabaráttan, mann finnst að hafa verið svona litað kvennabaráttuna ansin ekki. Hvað er kvennaathvarfið gamalt? 40 ára, 82, 42. Já. Ég tala hérna við svona rauðsokkukynslóðina og jáfnvel kynslóðina sem svona aðeins og eftir henni það að það var ekkert rætt ofbeldi fyrst og þeim fannst það eiginlega undarlegt þegar voru að horfa tilbaka að það hafi ekki verið. Það var náttúrulega svolítið merkileg sú saga. En undanfarið þá hefur baráttan gegn ofbeldi verið mjög áberandi í kvennabaráttunni. Já, umræðan hefur orðið miklu meira áberandi náttúrulega og sko upplýsingar og upplýsingaflæðið orðið miklu meira og svona meðvitund hverjar eru birtingamyndirnar sem eru náttúrulega geta verið ansi flóknar í ofbeldi í nánu sambandi til dæmis. Samt sem áður lækka ekki tölurnar. Það er alltaf jafn mikil aðsókn í kvennaathvarfið og ef eitthvað þá hækka tölurnar og þetta hluta til náttúrulega því að konur leita sér frekar aðstoðar en við sjáum engin merki það, hvorki hjá okkur nýja lögreglunni og bráðamóttökum að ofbeldi í nánu sambandi sé nokkuð á niðurleið. Sko. Það er ekki bara eins og stundum að tala að sé aukin vitund og það er svona leiti fleiri sér aðstoðar eða ræði frekar það, heldur hérna ofbeldið konstant. Já, þetta faraldur. Já. En vaxandi þá? Já, við viljum allavega, sko það er alltaf svolítið erfitt að rýna í tölur, sérstaklega því að það er svo mikið af málum sem kom ekki upp en já, hann er allavega ekki minkandi og hérna það er bakslag í þessum málaflokki eins og mörgum öðrum, í svona tengdum þessum. Já, manni sýnist það í svona ákveðnu orðræðu á meðal kalla, kannski svona frekar yngri kalla, að það er byrjað að tala konur með svona hætti sem að maður hafði ekki heyrt lengi. Algjörlega. Það er bara starrið til þig. Það er þannig og við finnum líka bara þegar við erum mikið með fræðslu í menntaskólum og vinnustöðum og annars staðar og þar erum við að tala kynbundið ofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum og það er svona að koma upp spurningar og vangaveltur sem voru ekki áður eins og þetta eitthvað kynbundið ofbeldi og eitthvað konur frekar að verða fyrir ofbeldi en karlar og svona þessar efasemdir og að mega ekki tala konur sérstaklega, það er bara að tala alltaf allir verða fyrir ofbeldi sem er vissulega rétt en tölurnar segja okkur statt og stöðugt að þetta eru í langflestum tilfellum þolendur konur og eiginlega alltaf gerendur karlar. Og má heldur gerendur í öllum málum eiginlega alltaf karlar. Já. Kallar beita kallaofbeldi og kallar beita konurofbeldi. Ofbeldi tengist valdajafnvægi, bæði ykkur sem við getum mælt og svo líka ykkur svona menningarlegur hugmyndum eða ekki. Jú, það má kannski líka bara segja að þú veist að ofbeldi í nánu sambandi snýst að flestuleyti að halda öðrum aðilanum niðri, að aðilinn hafi öll völd í því sambandi í það minnsta. Þannig að þannig kannski kom líka svona okkar aðkoma því sem varðar margir voru hissa á því eins og Linda hefur rætt áður að kvennaathvarf tengist kvennaverkfalli. En einmitt má alveg ræða það hversu auðvelt fyrir konur að ná sínu fram á atvinnumarkaði til dæmis eða atvinnuþátttaka kvenna, hversu auðvelt hún þegar þú ert kannski algjörlega undir skipuð heima fyrir og hefur ekkert að segja þitt líf heima fyrir eða óskup lítið. Hversu auðvelt að vera þáttakandi á atvinnumarkaði og vera þá meta þig til jafns við aðra. Það einmitt það sem kom fram í ykkar málstofu.
Af því að þú nefndi þessu kvennaverkfalli þar sem að kannski var fókusinn á launamun, stöðu út í samfélaginu. Og svo að því ég var að tala áðan að umræðan ofbeldi hefur verið áberandi líklega þessa öld og kannski rúmlega það. En þá það oft umræða sem svona persónuleg reynsla áhrif á einstaklingin. En þið voruð að draga saman eða tengja saman að kynbundið ofbeldi getur líka skýrt launamun og aðstöðumun út í samfélaginu. Þetta svona... Algjörlega, þetta bara, við verðum bara að vitna því hvernig þetta kerfisbundið heldur konum niðri. Og eins og Inga kemur inn á að þetta þú ert ekki að vinna þig upp á vinnumarkaði þegar þú ert fyrir ofbeldi heima hjá þér, andlegu og fjárhagslegu og hefur jafnvel ekki fjármálin á þínum snærum og annað. Þannig að þetta var svona til þess að við fundum einmitt fyrir því að sumir voru hissa á þessu og okkur fannst mikið hægt að skerpa á þessu hvernig þetta tengist allt saman. Að jafnrétti mun ekki nást fyrir að við vinnum bug á þessum faraldri sem kynbundið ofbeldi og svo í hina áttina líka að við náum ekki niður kynbundna ofbeldi fyrir að við förum að tala meira jafnrétti og þetta kemur alltaf sömu rótinni og rótin sem þetta ójafnrétti og þessi þau náum ekki að rétta þetta einhvern veginn af og þetta ítti einnig við okkur, náttúrulega höfum verið að halda mjög við utan tölfræði öll þessi 42 ár, þannig að við erum með góða mynd af því að þetta eru konur úr öllum stéttum samfélagsins og með allan bakgrunn sem þú getur ímyndaðir, bara eins og almennt þýðið frá Hagstofunni og sama með gerendur. Þetta hver sem og svo var þarna gerð rannsókn hjá Háskóla Íslands áfallasögu kvenna og svo núna HR að skoða áföll hjá þjóðinni og það mjög áhugavert að sjá stór auki hlutfall kvenna sem eru öryrkjar sem hafa verið þolendur í ofbeldi í nánu sambandi og einnig var mjög áhugavert að sjá í rannsókninni hjá HR, þessari 9 sem verið að kynna núna að alveg jafnt á öll kyn að þá það kynbundið og kynferðisofbeldi sem að veldur helst áfallastreituröskun í mun meiri mæli heldur en öll önnur áföll. Þannig að hvort sem það missir eða skilnaður eða náttúruhamfarir, þessi áföll eru þau sem sitja lengst virðist vera í sálinni. Þetta eru verstu hamfarirnar sem ganga við þjóðina. Það virðist vera, já. Og virðist vera að einkenni áfallastreituröskunar séu alvarlegust hjá þeim sem verða fyrir ofbeldi í nánu sambandi. Já. Það vegna þess að áfallið stærra eða vegna þess að leiðinni til að vinna úr því eru lagari, kannski vegna þess að það erfiðar að ræða það. Ég get rætt að ég hafi orðið fyrir áfall út af náttúruhamförum og allir eru til í að taka þátt í þeirra umræðu en ef ég ræði ofbeldi sem ég orðið fyrir þá á fólk oft í erfiðleikum með það og ekki alveg gefið að ég geti getur það verið ástæðan eða áfallið meira? Það sé ekki bara samblanda af þessu öllu saman. Þú veist, auðvitað það að þú átt erfitt með og erfitt með að opna þig að hafa orðið fyrir ofbeldi heima hjá þér, þar sem þú átt að vera hvað öruggust. En líka vegna þess að ofbeldið getur bara verið svo alvarlegt og svo daðið yfir í svo langan tíma og heimilisofbeldi náttúrulega ekki, eða ofbeldi í nánu sambandi ekki eitt einstakt atvik hér og þar. Þetta ferli sem að stendur yfir oft í mjög langan tíma, áratugi jafnvel og það eitt og sér og kannski ekki hléð þar á og það eitt og sér eykur alvarleika afleiðingana. Finnst mér einhvern veginn vera svona og líklega flóknar og tilfinningalega kannski lítur ekki á að fjallið sé að bregðast manni eða gís. Nei, það rétt. Það sko ofbeldi í nánu sambandi svo margslungið. Það svo allt öðru vísi að því að eins og Ingveldur kemur inn á þetta manneskjan sem þér nánust og þetta manneskja sem að þú búin að vinna traustitt og þú átt jafnvel börn með og annað og ofbeldishringurinn sem svo hann kallaður bara mjög flókin sem að skiptast á skín og skúrir og stundum bara mikil ást og samhugur. Þetta ekki alltaf einhver endalaust volæði, þetta líka
kannski góðu faðir og yndislegar stundir og svo líka má ekki gleyma að þetta sá aðili sem veit þig svo margt og þú ert að deila með þessari mannesku þínum dýpstu leyndamálum. Þannig að aðilin með mjög mikið af efni við að vinna úr til þess að vinna gegn þér. Hann fer beint í kjarnan þinn leið að hann fer að stað. Þú lýsir því svona næstu í svona skipulögðum árásum. Já. Leyniþjónustastörfum og árásir og... Sko við förum í gegnum ferlið að þá virðist það alltaf, eða bara nánast undantekningarlaust vera eins. Að þetta hérna mjög svona systematískt sem þetta gerist, að þess að maður sé að segja endilega allir gerendur séu búin að hugsa það fyrirfram, ég ætla að beita minn maka ofbeldi, að þá virðist þetta þegar áhallar og það verður óöryggi eða gremja eða óánægja að þá virðist þetta vera einhvers konar hringur sem fer af stað og maður getur næstu í spáð fyrir hvað gerist næst eða skrifa bara handbók gerandans af því að það byrjar þessi einangrun að einangraði frá þínum nánustu og svona þessi skot og hægt og svo svona verið að grúma eins og talaður á milli, það er opaslega mikil ást og sett upp á mikinn stall og svo gengur þetta lengra, þannig að það eiga til dæmis langflestar sameiginlegt að vera mjög einangraðar frá sínum vinum og fjölskyldu og það var annað sem kom fram í þessari rannsókn hjá að hversu mikilvægt vægur félagslegu stuðningur til þess að ná sér upp úr áföllum. Að ég man ekki alveg hvernig tölurnar voru. Ég man ekki heldur. En það sem að kannski bara, ef maður hugsar það, þá það svona ákveðin svona bara common sense þegar hortir til þess að ef þú átt ekki aðila til að leita til að þá erfitt að flýja ofbeldi. Ef þú átt ekki félagslegan stuðning í vinum eða fjölskyldu af því að mögulega bara búið einangra þig þar frá þeim að þá erfitt að leita til einhvers og mörgum finnast mjög stór skref að leita til kvennaathvarfs og flestar konur sem til okkar leita að fyrsta spurningin eða fyrsta sem það segja ég held ég nú ekki heima hérna en þannig að því að þú veist þetta getur verið ástand sem hefur varað mjög lengi og þetta orðið mjög svona venjubundið, þetta orðið mjög hefbundi ástand í huga konunar sem verður fyrir ofbeldinu. Þannig að ég man ekki tölurnar og það það sem við erum náttúrulega að skoða núna hvernig... Leita til ykkar til þess að rjúfa þennan hring eða þetta ástand ætti að horfa á það frekar heldur en að eindilega koma í sárum eftir árásir og getur komið þangað bara hvenær sem Já, bara hvenær sem og það þarf að lækka þröskuldin það geta komið til okkar í viðtöl á þess að vera komið í dvöl, bara til þess að ná að spegla og fá að heyra oft það náttúrulega búnar að reyna að fara oft frá geranda sínum, það tala að það taki 6-7 skipti að komast þar fara oft tilbaka af því þetta flókið og þess þá heldur það oft búin að brenna baki sér margar brýr, margir búin að gefast upp og styðja við þær og annað þannig að þá það bara svo mikilvægt að koma og fá að spegla hjá ráðgjafa hjá okkur bara í viðtali hvernig staðan af því að eins og segja, það segja ofta að það eigi ekki að vera þarna en það nú oftast raunin að það að nákvæmlega réttum stað þegar koma. Og svo má heldur ekki gleyma að þegar konur eru komnar út af heimilinu, kannski komnar í dvöl í kvennaathvarf, að þá oft mjög erfitt fyrir þær að stunda sína vinnu áfram. Fyrsta lagi náttúrulega búa ekki allar konur sem verða fyrir ofbeldi á höfuðborgarsvæðinu eða á Akureyri, þar sem kvennaathvarf hefur starfsemi og í öðru lagi vegna þess að það sá staður sem að ofbeldismaður þeirra hefur aðganga, hann þekkir vinnu rútínunu þeirra og svo framvegis. Það eru oft komna með börnin og það erfitt að fara með börnin í leikskólan eða eitthvað slíkt og það getur bara orðið mjög flókið og það náttúrulega mjög flókið að stunda sína vinnu þegar þú átt endalaust þarft að hafa áhyggjur af því að hann hafi möguleika á því að ná til þín þegar þú ert í vinnunni. Og hvað gerur þá? Tilgerur þið veika eða? Það raun veru, margar konur sem koma til okkar í dvöl, þurfa að ganga á veikindarétt sinn. Það var þannig og það kannski þá erum við aftur komin að þessari tengingu hversu áhugavert eða ömurlegt, hvernig sem við viljum orða það að sjá hversu margar konur sem eru öryrkjar eiga sögu ofbeldi í nánu sambandi, mögulega þarna einhver tengslar á milli. Algjörlega.
það er líka bara áhugavert að sjá svo náttúrulega þetta sko stofnana ofbeldi sem tekur oft við þegar þeir eru að reyna að komast út úr ofbeldinu heima fyrir. Það er náttúrulega bara skilnaðarferli á Íslandi er hræðilega langt og það eru bundnar í fjárhagslegum fjötrum þar inni. Kerfið getur verið afskaplega þungt og erfitt gegn þessum konum. Þannig að það er mikill vilji alls staðar að reyna að finna út úr þessum málum en þetta gengur hægt og er flókið. Stofnanaofbeldi, hvað getur þú aðeins útskiptað nánar, hvernig það birtist? Stofnanaofbeldi getur verið til dæmis ef þú sækir skilnað vegna ofbeldis að það breytir því ekki að þú þarft að fara í gegnum langt og mikið ferli og þú ert hvött til þess að fara til dæmis í sáttameðferð þar sem er verið að reyna að finna út úr forræðismálum og annað, þá meðan í mörgum öðrum löndum þá þarft þú ekki að fara slíka leið þegar þú ert að fara úr ofbeldi. Þannig að þú ert að halda áfram oft samskiptum við þinn geranda ef þú ætlar að reyna að forðast það að fara fyrir dómstóla þar að segja, fyrir það er einhvern veginn eina lausnin, sýslumaður hefur ekki vald til þess að veita skilnað ef að báðir aðilar eru ekki sáttur í skilnaðin, þá endar þú bara í dómstólum. Þannig að þeirra eina verkfæri er að reyna að setja fólk í sáttameðferð sem er náttúrulega hræðilegt. Þú ert með konu sem er í miklum ótta og er bara vön að segja já við því sem á móti kemur. Eins er bara á meðan skilnaðarferli sem tekur nú oft, getur tekið 2-4 ár, að þá er kona ennþá föst með alla sínar eignir og annað, að þeir eru oft mjög klókir í fjárhagslegu ofbeldi, búin að skrifa hlutina hingað og þangað og koma í þannig fyrir að þær hafa ekkert lausafé en í annað. Þær hafa minni réttindi í félagsþjónustunni, þær geta ekki sótt sér félagsíbúð til dæmis fyrir að komna með skilnað í gegn. Þannig að þær eru í eitthvað svona ómöguleg heitum þarna í sko kannski nokkur ár til að komast út á markaðinn og finna sér húsnæði og annað og við reyndum að koma móti þetta, við byggðum þarna svona það sem við kallum búsetubrú sem eru 17 íbúðir sem við leigjum út til kvenna eftir að hafa verið hjá okkur og geta verið þar í 1 ár og það var algjör breyting náttúrulega fyrir þær að geta keypt sér þennan tíma. Það geta náttúrulega ekki allar konur farið þangað sem farið í gegn hjá okkur. Nei, og svo náttúrulega líka 1 ár dugir heldur ekki til oft til að ljúka skilnaði. En þetta hljómar svona þó að kvennaðkarið sé 42 ára og svo umræða á Íslandi, að þá sé þetta ekki viðurkennt gagnvart á vinnumarkaðinum. Það er ekki hægt að hringja inn og segja að ég er að gangi í gegnum þetta ástand og heldur ekki í stofnunum samfélagsins. Nei, við höfum náttúrulega verið að hvetja til þess að það hefur gerst í öðrum löndum, svona til dæmis stór fyrirtæki og annað hafa tekið það til að vera með sérstakann veikindarétt fyrir konur sem að láta vita að þær eru að fara úr ofbeldi. Það hafa verið þannig verkefni í nokkrum Evrópulöndum og gengið mjög vel og þetta er eitthvað sem við myndum vilja sjá, að þær fái svona þennan tíma til þess að koma sér út úr þessu og halda svo áfram sinni vinnu. Og með stofnanir og annað þá náttúrulega já, við erum að sinna ótrúlega mikilvægu verkefni sem er að grípa þessar konur og vera með vaktsíma allan sólarhringinn og fullan rekstur á athvarfi en það er ennþá þannig að það er orðið þannig núna að helmingur okkar rekstrartekjum kemur frá almenningi. Þannig að við erum rekin að helming á móts við ríki og sveitarfélög á góðvild almennings sem er náttúrulega yndislegt en samt mjög ótryggt. Já, það getur verið hættulegt fyrir félagsamtök að gera svona þjónustusamninga við ríki. En þess að ríki borgar alltaf bara brota því sem að þarf til þess. Já. Og þá eru láta söfnunar bauka ganga mýsum hætti bara til þess að halda uppi raunverulega sjálfsæðri og opinberri þjónustu. Já, það er alveg rétt. Já. Það er eiginlega varla hægt að mæla með því fyrir nokkurt félagsamtök að fara þessa leið, að fara að gera samninga við ríkið þjónustu. Nei, en svo er maður samt, þú veist. Já, ég veit að það freistast allir, sko, það er samvátum að segja það, það freistast allir til þess að gera það, að það er vissulega leið til þess að komast eitthvað lengra, en það þýðir að það er endalaus fjárhagsleg þrautaganga. Já, þetta er alltaf,
og við erum núna að safna fyrir 9 atkvæði, ætlum að byggja nýtt atkvæði þegar þetta er sprungið og svarar ekki þörfum allra. Þannig að það, við þurfum vissulega að leita til þjóðarinnar þar og í söfnunum og annað til að byggja það. En heimilisofbeldi, það er kynbundið ofbeldi en það er líka annað kynbundið ofbeldi sem er ekki heimilisofbeldi. Og það var í umræðinni allavega fyrir svona 4-5 árum í MeToo bylgjunni og þá kom það fram í svona ýmis konar uppgjörum í ýmsum svona hópum. Þá fannst mér það koma fram svolítið að það sem að valda ójafnvægi var meira, því meira var ofbeldið. Og ég held að það hafi verið ótrúlega sláandi skýrsla sem kom ofbeldi gagnvart innfluttum láglaunakonum þar sem að þær eru í umhverfi þar sem að þær eru mjög láttsettar og maður fekk svona tilfinningur að það væri þannig. Þegar þið eru að lýsa heimilisofbeldi þá er það bara alls ekki þannig, þá er það bara jafnt yfir allt. En það má heldur kannski ekki gleyma því að ég myndi segja svona það sem mér hefur þótt eða þykir oft mest sláandi að þegar ég tala við konur af erlendum uppruna sem eru komna til okkar vegna ofbeldis í nánu sambandi þegar það lýsa upplifun sinni á atvinnumarkaði þá er það ekki sama á reynsla og ég hef á atvinnumarkaði. Það sem það tala jafnvel að verða fyrir kynferðislegri áreitni af hálfu samstarfsfólks eða yfirmanna og svo framvegis. Þannig að upplifun þeirra inn á heimilinu, þar sem það oft búa með íslenskum körlum, er ofbeldi og af ýmsum toga og svo er upplifun þeirra atvinnumarkaði ekki endilega betri. Það verður bara að segjast alveg eins og er og ég held að það hafi einmitt komið svo vel fram í MeToo þar sem það tala alls konar hluti eins og að vera bóðni peningar fyrir kynferðislega greiða eða eitthvað slíkt, þú veist, og ég held að við könnumst öll við þessar sögur, þannig að má heldur ekki gleyma því að þær konur sem að standa mjög höllum fæti verða fyrir ofbeldi víða, ekki bara inn á heimili sínu. Það var einmitt það sem að ég var eiginlega að því að það mér fannst að koma fram í MeToo að því meira sem valda ójafnvægi því meira er ofbeldi. Það er konan, ég veit ekki hvað að kalla, útsettari fyrir ofbeldi, því þið nöfnum faraldur, útökur længsvæðinni. Og við sjáum þetta bara... Ofbeldismenn sækjast meira í að komast nálætti. Já, það er bara þannig að við sjáum bara eins og það er komið núna konurnar frá Úkraínu og annað, þú veist að það er setið það eru ofbeldismenn sem að setja þessar konur, þær eru í veikri stöðu, eru jafnvel ekki með úrræði, húsnæðisúrræði eða vinnu, þannig að þeim er boðið húsnæði eða vinna og svo er ofbeldi í gegnum það, þannig að þetta eru hópar sem ég er svolítið hrædd að muni jafnvel aukast, svona konur að reyna að fóta sig, koma hér einar með börnin og annað og það er bara setið þessar konur, það er bara þannig. Og náttúrulega ofbeldi á leigumarkaði, ofbeldi sem konur verða fyrir í tengslu við það að ástandi á leigumarkaðinum er eins og það er, að það er erfitt að neita húsnæði eða neita því að leigja einhvers staðar eða eitthvað slíkt sama hvernig leigusalinn nánast er. Og er þetta að verjast leigusala sem að hefur eiginlega í hendi sér hvort að þú sért á götunni eða ekki? Já, þú og börnin jafnvel. Það er alveg þannig og við bara, og eins með vinnumarkaðin og konur erlendum uppruna, við sjáum bara oft meiri hörku. Þú veist, við höfum séð ítrekku dæmi það núna að konur missa vinnu þegar það er tilkynna ofbeldið. Jafnvel ef að gerandinn er á sama vinnustað eða vinnustaðurinn er umhugað að gerandinn sé ekki að mæta á svæðið og annað, þannig að þær eru reknar þegar það er láta vita að þær eru að flýja ofbeldi. Þannig að ég sé þetta ekki gerast með konur sem eru íslenskar. Síður varðar. Og svolítið svona bíræfnir hlutir eins og að konur skrifi undir að þiggja ekki laun í uppsagnarfresti eða eitthvað slíkt sem að sem er bara launaþjófnaður. Já. Það er bara skrifundir ýmislegt. Já. En þannig er samfélagið, það sem er gríðalegt valdaójafnvægi og það sem er mikið valdaójafnvægi, þar er yfirleitt ofbeldi. En að því að þú sagðir að væri eiginlega, þetta væri óbreytt yfir tíman, óbreytt yfir stéttir, engin munur á stöðu þolanda eða gerenda. Er það þá þannig að þetta valdaójafnvægi bara það sem að kall og kona eru saman á heimili, að það er þetta valdaójafnvægi og það breytir engu hvort að
konan sé hérna tvöfaldur doktor á frábæru launum með sterkar stöð út í samfélaginu að leið og komið inn á heimilið að þá þetta valda ójafnvægi komið sem að kallar á ofbeldi. Já, það bara þannig og náttúrulega það oft sýnilegra þetta sem að ójafnvægi meira, sérstaklega bara því að þær stíga síður fram. Skömmin oft svo svakalega mikil hjá þessum konum sem í efri stéttum þjóðfélagsins. Það stíga síður fram. Það stíga síður fram. Ég hefði haldið að væri að konurnar sem að segjum að væri innflytjendur í sambandi við íslenskan karl og íslenski karlinn væri eiginlega tengingin út í samfélagið að þær væru ólíklegri til þess að finna leiðina til hjálpar en einar allra best settu konurnar að þær ættu að kunna þetta. Sko skömmin svo svakaleg. Þú ert kannski stjórnar heilu fyrirtæki og ert með allt þetta á hreinu og það rosalega erfitt að alltaf stíga fram og segja að það allt í steik á öðrum sviðum í lífinu. Þannig að það oft, sko þetta kannski ekki alveg svona svart og hvítt og einfalt, auðvitað líka oft mjög flókið fyrir konur að verðum uppruna að stíga fram. En við finnum það að það eiga mjög erfitt með að sækja sér aðstóð og vegna út af skömminni og við sjáum líka hjá þessum konum að því betur sem þeim gengur því meira verður ofbeldið þannig að það svo að sé einhvers konar afbrýðisemi eða slíkt þannig að ef það launahækkun þó svo að því það kemur meira fé inn á heimilið að þá refsingin stærri þannig að það eru farin að fela jafnvel velgengnina eða bara hafninni þannig að þetta svona þeim haldið mjög systematískt niðri og við vitum alveg konur bara með mjög góð laun sem launin renna bara beint inn á reikning karlsins og þær eru ekki með nein fjármála, þær fá skammtaðan pening en á sama tíma með fullt af fólki í vinnu hjá sér, skilurðu, þetta mjög snúið að skoða og þess vegna höfum við talað svolítið mikið að horfa á rótina og við vorum fögnuðum mjög þessari ráðstöfnu sem Stígamót var með sem var svona gerenda ráðstöfna sem að við tókum fókusinn af því hvernig við hlúum endalaust að þolendum sem við þurfum vissulega að gera en þurfum að skoða af hverju heldur þetta áfram, af hverju ný kynslóð af ungum drengjum að koma upp sem eru mjög vel upplýstir, oft aldnir upp af miklum kvenskörungum að beita ofbeldi. Þannig að við þurfum að skoða rótina og þess vegna fengum við hana Kolbrúnu til dæmis með okkur í málstofuna sem með jafnréttisskólann og hefur verið að einbeita sér að börnunum og skoða hvernig við komum fram við strákan okkar og hvernig samfélagi þeir eru að alast upp í og krísuna sem þeir eru margir í og hvernig við fáum kallkynnið með okkur í þessa baráttu. Hvernig fáum við þá til þess að koma og rjúka út á göturnar og vera með okkur. Þannig að ég held að við þurfum að halda fókusnum þar á rótinni að þessu öllu saman því að við finnum ekki útskýringarnar í bara því að þetta séu konur að erlendum uppruna, það sé peningalegt valda og það eitthvað miklu dýpra og stærra á bak við þetta. En þú spyrðu og þá bara sendi ég spurninguna tilbaka. Hvernig stendur á því að drengir sem eru aldir upp að kvenskörungum ganga inn í þetta hlutverk? Já, það náttúrulega þessi endalausar samræðum uppeldi og svo umhverfi og hvað hefur meira áhrif. Það var áhugavert sem kom fram hjá Kolbrúnu í þessari málstofu að þó svo að við séum mjög meðvituð að koma eins fram við stúlkur og drengi þá hafa rannsóknir sýnt að við tölum minna við strákana, tölum miklu meira við stúlkur, við lesum minna fyrir drengi. Við erum ennþá að kippa okkur upp við það að stúlka líti út fyrir en ekki drengurinn. Það ennþá einhvern veginn rótgróið eitthvað í uppeldinu áfram og svo erum við með samfélagið og þetta mikla bakslag sem í rauninni í umræðu konur og tónlist og bíómyndir og tölvuleikir 40% drengja hámhorfa á klám og 30% drengja horfa á klám á hverjum degi. Þannig að það Og drengja þá að tala hvaða aldurshóp? Hún að tala unglingsdrengi. Við talum drengi á grunnskóla. 13-15 ára eða eitthvað svoleiðis. Það luti í grunnskóla. Takk og gamli eins og 13 til 16. Það þarf ekki að leita neitt rosalega langt til þess að finna alls konar svona uppsprettur af vandamálum. Þetta þegar þú tala tónlist, kvikmyndir og okkur það eru gríð og klámið. Þetta náttúrulega bara gríðarlegur markaðir. Og ég veit ekki þótt að við séum tónlist og svona, ég meina við bara sjáum, við getum bara séð rauða dreigilinn á einhverju, hvernig konur
klæða sig, þess að maður eru eiginlega í sölumönsku sinni. Þetta náttúrulega bara, þetta svo stór hluti af okkar sko menningakúltúr. Já. Og þetta Hvað er það að gera í þessu? Það góð spurning. Við ætlum að leysa það bara hér. Ég var svolítið að bíða eftir einhverju menningabildingu. Við getum ekki farið lengra þessa leið, sko. Þetta lítur að fara að hætta. Maður treystir á að þetta fari í hringi, sko. Þetta hljóta að fara að spyrna sér í botnin. Kannski það er mistökin að reikna með því að það gerist automatískt. Kannski þarf að gera bara eitthvað. Bara hafna þessu. Og það er náttúrulega líka þessi sko veröld sem börnin okkar búa við, þú veist, sem að við erum ekki með aðgang að og þá er ég að tala í gegnum símanu þetta. Það er þú veist, því það er eitt, þú veist, að vera alveg börn og þú ert að leggja áherslu á þín gildi og það sem þér þykir mikilvægt og svo framvegis og svo veist ekki alveg hvað þú hafa aðgang að í símanum og það er bara mjög sláandi oft. Og ég held að það sé og auðvitað náttúrulega bara úlingar eru hjartdýr og hætti ekki að vera það og við vorum það líka bara á annan máta. Mamma vissi ekki allt sem ég var að gera. Nei, örugglega sem betur fer. Þannig að og ég held að það sé það sem við þurfum auðvitað náttúrulega sem samfélag að hugsa og ekki síst kannski að hugsa hvaða efni það sem að þau að hafa svona mikinn aðgang að. Klám eitt, ég minna við erum nýbúin að fara í gegnum með úlingum að ræða Andrew Tate og þau áhrif sem hann hafði á bara á íslenska úlinga sem eru alast upp með mörgum sterkum konum. En er það ekki svolítið svona skrýmslavæðing eins og oft notaði í þessar umræðu að benda á eitthvað svona nokkra að þeir séu skaðvaldurinn? En það eins og þú lýstir þessu, þú ert bara að lýsa bara sjúklegu ástandi bara í kúltúrum okkar sko. Svona típur eru náttúrulega bara einhver skilgetið afkvæðum í kúltúrsins. Þetta er bara afkvæðum að því og bara svona byltingarmynd. Honum, ég get alveg lofa ykkur að það kemur bara einhver nýr. Já, sem það og gerir. En ég held að aðalmáli sé líka bara þegar við erum einhvern veginn í samtalinu við börnin okkar, þá er oft einfaldara að raungera það auðvitað í einhverju mannesku hvort sem það er rétt eða ekki en það er svo aðferð sem við einhvern veginn höfum haft en ef einhver kemur með betri aðferð þá held ég að við værum flest búin að grípa hana. Kannski við bara horfast við að þetta er faraldur það sé þannig og þá verðum við að bregðast við því og það er eitthvað djúpstætt vandamál í kúltúrum okkar bæði hvernig við umgöngumst hvort annað þegar þú lýsa því að sko þetta fara alltaf í sömu straumana í samskiptin og þau séu þekkt að þá er það náttúrulega bara því að ofbeldið maðurinn fer í svona þær svona rásir sem að við líklega þekkjum öll bara út frá sko hvernig félagssamskipti eru sem að við lærum líklega bara 4, 5 og 6 ára og erum orðin fullnuma í einhverju slíku sko. Við kunnum að útiloka og við kunnum að einangra og við kunnum það bara þetta er bara hluti að því að vera hópdýr sko, líklega. Algjörlega og maður fekk svona pínu það var pínu hugsa eftir sko kvennaverkfallið af því að okkur fannst það að vera svona kannski skref í átt í hina áttina að svona undirstrika allt þetta og fá þennan mikla samhljóm með þessu, þetta var náttúrulega 10.000 kvenna og karla sem komið þarna saman að tala ofbeldið sem faraldur og hvernig það heldur okkur niðri systematist og annað og það er þarna mjög sláandi tölur hversu mikill fjöldi kvenna verður fyrir ofbeldi í nánu sambandi og annað og maður pínu svona sjokkaraður á eftir og það var til dæmis eitt af málstofunum var kvennaverkfall og hvað gerist svo og maður varð pínu sjokkaraður eftir að hafa farið svona hátt upp á deginum sjálfum á umræðinu svo eftir að hefði ekki verið meiri að fólk var ekki meira slegið yfir tölunum sem komu fram og við erum orðin pínu dofin fyrir því að sé verið að beita nær því aðra hverju stúlku ofbeldi og svo einhvern veginn fór umræðan meira og minna út í sko orðanotkun og hvort það mætti segja fokk feðraveldi og ekki og allt þetta og þetta var svo mikið svona maður varð pínu svektur að umræðan skildi ekki ná meira flugi en þetta svona kennir okkur að maður það bara hafa augun á boltanum og maður má ekki hætta að tala þetta að maður svona vonar að svona aukinn skilningur á því hvað
að þetta ofbeldi ekki, eins og þú talar í byrjun, þetta ekki einkamál, þetta ekki mál nokkura, þetta faraldur sem að hafa áhrif á alla þætti í samfélaginu. Það eins og þetta hafi ekki kannski svona leið í svona baráttu, fyrst skiljum við áfalli sem einstaklingur verið fyrir, þetta sé einkanlegt mál og svo heldur það áfram og svo kemur að því að einstaklingur varð fyrir félagslegu vanda sem að við berum öll ábyrgð á og við þurfum að vinna í því. Ég veit ekki hvað þetta komið í því. En þú ert að lýsa kvennaverkfallinu. Þá ertu svolítið að lýsa því að þið hafið unnið daginn en tapað raunverulega skilgreiningunni. Tapað af því að það sem að eftirfylgdi var ég man eftir þessar umræðu fokkfæðraveldið og eitthvað fleira. En svo það kannski líka þannig að dagurinn að við vorum með umræðu í kringum kvennaverkfallið og vorum svolítið að spurja hvað var þessi dagur. Og það eru náttúrulega, það eru óljós svör. Eflaust hafa margir komið þarna á Austurvöll og verið að fagna árangrinum. En aðrir komu þarna til þess að móta kröfur fyrir næsta áfanga. Og það ekki alveg ljóst hvað var. Og svo það náttúrulega með eina stóra dag og hver það sem að tekur við andanum sem að þar verður til og heldur áfram að móta hann í einstökum. Þannig að þið gerir það og það alls konar hópar sem að gera það en það svona það ekki til yfirstjórn kvennarhreyfingarinnar sem að stýrir það ekki herraðsfundur sem ákveður næstu skref. Nei, við ættum kannski að vera duglegri við að gera svona konur þurfa bara að vera duglegri við það. En við höfum að það sem var fallegt við kvennaverkfallið var að við þetta var mjög þvert á bæði þú veist á hinn ýmsu félög og stofnanir sem komu saman til þess að skipuleggja þetta og við höfum alveg haldið þeim þræði. Og mikill vilji til þess að halda öllu inni. Algjörlega, jú. Og svo það var svona skjálfti í aðdragandunum, hvort það tækist en það tókst. Það gerði það og algjörlega þvert á einhverjar pólitíska skoðanir eða hvaðan við komum eða annað, þá var þetta og við náðum að móta þessar kröfur kvennaverkfalls sem að allir voru samstiga og þar erum við komnar alveg með ansi gott plagg til þess að svona hafa að leiðarljósi og við höfum alveg haldið áfram, bæði höldum áfram samtalinu, þannig að stundum tökum okkur saman og erum að svara sameiginlega og gefa frá okkur sameiginlegar einhvers konar ákvarðanir og annað, en einnig erum við bara mjög fókusirari að hver og ein taki þær kröfur sem að eiga við þeirra samtök og haldið þeim á lofti, eins og við með að ráða niðurlögum sem faraldri sem að kynbundið ofbeldið Akkurat. Það svona ýmsar tjaldbúðir og þeir eru einn tjaldbúðin. En þá spurningin hvort af torgið, þar sem allir koma saman og taka upp kröfur hvoran annar. Já, algjörlega. Það var kvennaverkfallið. Það var kvennaverkfallið, En vantar ekki kannski eitthvað farveg sem heldur því áfram síðan á milli kvennaverkfalla? Jú, það alveg spurning. Sem eins og kynjaþingið var. Já, eins og kynjaþingið og það hefur verið svona það var pæling eigum við að byrja að skipuleggja 2025 af því það náttúrulega 50 ára afmæli en svo í rauninni var ákveðið að gera það ekki af því við höfum svona tilfinningu fyrir því að kvennaverkfall á ekki að vera fyrirfram löngu skipulagður viðburður heldur þetta baráttudagur sem að einhvern veginn á að poppa upp af því við finnum að það þörf á því. Sprett upp úr baráttudagsins. Miklu meira Ekki verða einhver uppstigningardagur. Nei, ekki verða einhver svona 17. júní Þú veist, það má alls ekki gerast Þannig að við höfum svona einbeittar í því að halda þeim fókus en svo náttúrulega það líka bara að í þessari polariseringu sem og fólk mjög fljótt að verða reitt og fara í vörn og skipta sér í lið og það bara mjög mikilvægt að þó svo við séum að tala feðraveldi og kynbundið ofbeldi þá lykillinn að þessari baráttu að fá öll kyn með í þessa baráttu að fólk detti ekki í einhverja vörn þó að tölurnar halli á þeirra kyn að þá einmitt myndum að vilja sjá eins og karlmenn rísa upp í verða sjokkar og bara hvað getum við gert og hvernig ætlum við að laga þetta þannig að þetta verði í lagi í staðan fyrir að fara í einhvers konar samtalum að þetta sé ekki rétt eða það sé alltaf verið að tala gegn karlmennum og slíkt þú veist að horfa bara á tölurnar
og við finna út hvernig vinnum við þetta saman, af því að annars öðru sér vinnst þetta aldrei, við gerum þetta aldrei einar. Hins vegar, þegar maður fer kannski 50 ára til tíman, þegar við erum tímabili rauðsókarna, þá voru þessi átök sko, það var bara megið þorri kalla, litu á greiningu þeirra á ástandinu eða kröfu þeirra sem bara persónulega árás og þær voru í átökum bara allstaðar, inn á heimilunum líka sko, inn á sínum fjölskyldum og það bara það að stíga fram og skilgreina sig sem feminista var bara eins og komið úr skápnum að þú var eiginlega svíkja sko það hlutur sem að þú varst skikkuð í þannig þar voru þannig að sigrarnir hafa líka orðið til í átökunum. Það hafa verið það en það pínu svona tilfinningin eins og við séum að fara aðeins tilbaka þangað og það eitthvað sem við erum ekki alveg til í. Við viljum alltaf taka næsta skref áfram en ekki aftur að þurfa að fara að berjast fyrir því að fá að vera feministar og það sé orðið eitthvað svona skammarirði sko. Það notað sem skammarirði í ákveðnum kreðsum. Ég veit ekki hvað það stórt eða áhrifaríki kreðsum. Nei, það er alveg hávær kreðsum. Það er hávær sko. Svo er alltaf þannig að það er ekki hægt að sé engi sigur unnin fyrir sko síðasta fíbleið þagna sko. Það kemur aldrei sko. Þannig þá erum við aldrei sáttur við neitt sigur sko. Nei, það er rétt. Herðu, það var mjög gaman að fá okkur að spjalla kannski ekkert skemmtilega hlut. Mikið var. Já, mikilvægt að ræða á bylti. Kæra þakkir fyrir að taka á móti okkur. Linda og Ingveldur, kæra þakkir. Takk. Já, herðu, við þökkum þeim frá Kvennaathvarfinu og öllum gestum sem hafa hingað komið í kvöld og Birni Þorláks fyrir að skjóta hingað inn þinginu og Laufeyju og Pétri sem að taka upp og senda út en helst þökkum við ykkur sem hafa verið að horfa og breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðurinnar með að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar til dæmis það sem við voru að horfa á hér í kvöld. Það stækkar dreifingun okkar. Þið getið bent á að við erum á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarpsveitum. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM en það má sækja þar útvarpssendingar líka á spilarann. Það er spilarinn.is á netinu og svo er spilarinn líka app sem er sniðugt að hlaða niður í síman og þá getur hlustað á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síminn. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni, vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Samstöðin er byggð upp á áskriftum. Það eru áskrifendur sem hafa byggt upp samstöðuna. Þið getið slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðun.is. Þar er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getið þið skráð ykkur fyrir grunnáskriftinni sem er 2.500 krónur á mánuði sem er mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum til hér. Þið megi borga meiri þið viljið og þið sem kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið. Og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna sem er fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. En þetta er búið hjá okkur í bili. Ég segi góða nótt og sjáumst á morgun klukkan 8 þegar rauðaborðið byrjar aftur með öfluga samfélagsumræðu. Góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.